Gaman að fá þér. Takk, bara gaman að fá að koma. Langar ekki að byrja bara, við erum nú svona ein af ástæðanum fyrir því að við erum að tala saman þetta hlaup sem þú stendur fyrir. Já, Píetarhlaupið. Sem nú kannski búið að fara fram þegar þátturinn fer í loftið. Já, ok. Það stutt í það. Já. En bara sagan þín, þú veist, hvað fær þið til þess að fá ástríðu fyrir að standa fyrir svona viðburðum og... Það var nú eiginlega, getum við eiginlega sagt, COVID sem að gera þetta. Ég var á leiðinni í áfangahlaup, 250 km áfangahlaup, Fire and Ice sem eina hlaupi sem hérna á Íslandi, svona áfanga. Og 14 dögum fyrir hlaup var það flautað af út af COVID. Og þannig að þá var maður náttúrulega komin í, búin að undirbúa sig fyrir allt og klára í þetta, og þá fór ég á hljóp, sem sagt, bjó til mitt eigið hlaup í raun og veru. Og kona mín hjálpaði mér og við, sem sagt, hún svona hitti mig á einhverjum, það voru 5 dagar sem fór í þetta og ég hljóp sem sagt úr Mosó upp í Skorradal fyrsta degi og síðan fór ég og hljóp á Geysi af þessum einu stoppi og svo Geysi Þingvellir og Þingvellir Mosó, þannig að þetta voru 250 kilometrar á 5 dögum. Og sjúkraþjálfarinn minn spurði fyrir hvernig varstu að gera þetta? Akkur, ég bara var búin að undirbúa mig þetta, þannig ég fór bara og hvað varstu ekki að styrkja neitt? Nei. Og hún bara, hvað rugl þetta? En þá fékk ég þá fór ég að pæla í þessu og ég þyrfti að gera eitthvað svona og fékk þá þessa hugmynd að hlaupa 100 km á braut til styrktar einhverjum ákveðnum og Píeta kom þannig séð upp úr hattinum með það og og síðan hefur þetta í framhaldi af því hlaupi þegar ég hljóp 100 km á 400 metra brauta, þá var mér sagt að þetta að vera árlegt. Og þá hef ég gert það og þetta nú svona, mér finnst þetta bara gott málefni og það var, ég á 2 vini sem hafa tekið líf sitt og á vini sem hafa gengið í gegnum þetta að þurfa vera á þessum stað og svo núna í vetur að þá fór ég sjálfur á annan stað. Þannig að það svona. Hvað þú segist sjálfur hafa farið á annan stað. Hvað það þá sem að, það bara að því mér finnst oft á tíðum, nú tel ég alveg hafa talsverða einsýnin inn í þetta bæði varandi sjálfa mig og líka bara hafandi unni mikið með kallmönnum, að oft þetta bæði að þegja lengi og bera armsin í hljóði og einhvern veginn ekki við ekki tilbúin að leita eftir neitt aðstoð og síðan að þú ert einhvern veginn kannski að keyra taugakerfið þitt með því að vera bara í einhverju yfirkeyrslu því að það einhvern veginn ákveðin kynslóð af kallmönnum þar sem að virði mann sér bara ef maður er duglegur, Það að vera duglegur, maður, þú ert þá að spá í hvað það sem kemur mér á annan stað? Já. Eru greintar svona að þú ferð aðeins aftur í tíman og... Já, ég sem sagt ég var semst að þjálfa hlaupahóp, ég var með fyrirtæki þar sem ég var með þetta 5-10 manns í vinnu yfirleitt og þetta var fjölskyldu fyrirtæki, gamalt gróið og svona og þetta fann ég bara var að keyra mig niður og ég sem sagt ákveð það að loka fyrirtækinu áramótin 23-4 og en komin niður í þetta sem að kallast þunglyndi kvíði og þá burnout út frá því og svona taldi mig vera komin á botnin þarna og nú væri ég að fara að vinna mig upp það sem að gerist í framhald af þessu bara það að það bara svona tómleiki ég ætla að taka sem sagt
átti rétt á veikindafrí hjá stéttarfélaginu og ætlaði svona bara að nýta tíman í sjálfa mig og koma sjálfa mér upp. Nema að í þessum tómleika þá finnst mér endilega að ég þurfa að finna eitthvað að gera. Ég átti einhver pening eftir að hafa lokað fyrirtækinu og fannst ég þurfa að láta þennan pening vinna fyrir sér. Þannig að ég fór að skoða á netinu eitt og annað og byrja nú svo vel að það svindlað á mér og ég tapaði 1,5 milljón á því einhvers staðar og þetta svolítið í þoku líka skilurðu út af því að það svona að margt búið að gerast og já, sem sagt svindlað á mér ég já, þarna liðnir 3 mánuðir og þá ég líklega 2 eða 3 mánuðir og þá er ég búin að tapa þessar 1,5 milljón og þá svona kona mín átti að segja á því að hvað hefði gerst sko og ég lofaði því að hætta nema að þá er ég líklega það leiti líka að kynnast því sem heitir day trading og fannst þá það eitthvað vera sniðugt og það hlyti að vera í lagi að þarna gæti maður unnið þetta inn og svo fór leið tíminn og ég faldi þetta og ég fer bara inn í afnýtun þetta verður að fíkn bara eins konar spilafíkn þannig séð sem þetta verður og nema ég átta mig ekkert á því fyrir en skiluru já, bara síðasta haust sko að þetta sé orðin einhver fíkn sko og allan tíman ég rembast við að vinna upp tapið og tapa meiru og þannig að já, og svo ég komin bara út í hotn með að geta falið þetta og þá ég þó átta mig þá á því að þetta sé spilafíkn og ég sæki mig hjálpar til S.A.A. og þetta fer bæði áfengismeðferð og spilafíknar kynni eða fræðsluna sem að þeir eru með og það er í raun og veru þar sem að ég svona almennilega sé þetta þú veist að hvað það sem gerist þú veist því að það þessi pressa og þetta sem gerist þarna þegar ég að loka fyrirtækinu og þetta allt saman að það þetta álag þetta bara þeir tala að þetta sé svona ákveðið tráma sem að maður fer í gegnum og þarna verður svo það að ég þarf að reyna að vinna upp þessa því að þarna ég líka, finnst mér ég líka að vera svona vonlaus sko þú veist að mér finnst ég vera að gefast upp að ég sé að loka fyrirtækinu þannig að ég þarf að halda áfram að vera karlmaðurinn í fjölskyldinu og vera sá sem að sér fyrir fjölskyldinu og þetta allt saman og þannig að ég svona þetta bara og veist, til að maður telur sig vera þokkalega skynsaman að þá maður líka sko með svakalega sektarkennd út af því að manni finnst maður að vera svo vitlaus að hafa látið plata sig inn í þetta að maður hafi fallið í þessa grefju sko að telja sig geta verið að gera einhverja góða hluti þarna. En hvernig sko þetta tímabil einmitt á undan, það oft þegar að fólk sko eins og þú segir með S.A. og þegar fólk búið að leita sér aðstoðar þá, þú veist, í raun og veru kannski kemur mikið af vanlíðanin upp á yfirborðið og svona, þá ertu kannski, þú veist, þegar maður horfir át á baksýnisspeglinum, þá ertu kannski á heilbrigðum stað. Já. En staðurinn á undan, þar sem að fólk, þú veist, maður hugsar þú veist, þegar fólk að kannski koma sér í andleg vandræði, að þá það oft þannig að maður í einhvers konar afneitun. Já. Og maður að deyfa bara tilfinningar, hvort sem að það eins og segir með einhvers konar fíkniminstrum eða bara einhvern veginn, bara allt annað en að feysa það sem maður þyrfti kannski að feysa, sko. Já, maður náttúrulega, ég að deyfa mig með því að halda áfram að reyna að vinna þetta upp og maður fann það alveg þegar maður setti inn pening í þetta að þá svona kom ákveðin svona velíðan og eins og þú segir ég samt áttaði mig ekkert á því fyrir en ég fór að hugsa tilbaka. En á sama tíma þá ég
þú veist, það að ætla að fara að opna á þetta, þú veist, maður er komin á þann stað að það þú veist, mér finnst alveg eins gott að, þú veist, að láta mig hverfa eins og að ætla að fara að segja frá þessu, sko. Spilafíkn ásamt matafíkn taldar vera einar erfiðustu fíknirnar út af því að peningar og matur það sem þú þarft að vera með alltaf. Og dánatíðni spilafíkla svo hæðsta í af fíklum. Allavega sagt í þessum fræðum. Ég gerði einhvern tíðan heimildaþátt spilafíkn og þetta það fylgir sér svo opbóðslega mikið skömm, sko, að því að ólíkt kannski, nú ég kannski, þú veist, ég veit ekki alveg hvort það sem ég að segja mikið sens, en þú veist, að hugsa svo með áfengi þá, sko, þú veist, að þú ert að drekka mikið, þá verður það kannski frekar fljótt augljóst, sko, þú veist, það líkt að þér og þú ert bara ekki þú sjálfur, en þú getur, að þú ert klókur, þá getur þú falið spilafíkn mjög lengi, sko. Maður getur það og það 20% spilafíkla sem leita sér hjálpar, sér, og það bara, akkurat út af því að það svo auðvelt að fela þetta. Og maður bara, fyrir mér ég, þú veist, eins og ég sagði áðan, sko, þá það þessi skömm sem þarna á bakvið. Þú veist, maður orðin svo, hvað heitir það, maður búin að hvernig voru þetta svona komin búin að maður bara í því að grafa hólu. Já. Og maður heldur alltaf að maður sé, þú veist, að nú virkar þetta, nú bara gerir ég þetta svona og þá gengur þetta. En það enginn sem að, þú veist, eins og þú segir, þú veist, ef ég hefði verið að drekka, þú veist, þá hefði kona mín, þú veist, átt að sjá þessu miklu fyrr, myndi ég halda. En svo náttúrulega skellir maður þessu bara á borðið og áfallið kemur allt í einu, sko, þannig að það var ekki mjög gott, sko. Og maður svo lítils virði, finnst maður. Já. Maður búin að gera, þú veist, og það það sem að, þú veist, maður búin, þú veist, allan þennan tíma á undan, en maður búin að vera að lifa einhverju tvöföldu lífi, þannig séð. Já. Þó svo að, en allavega á þann hátt að maður búin að vera allan þennan tíma að, þú veist, með eitthvað app í símanum sem maður að reyna að vinna eitthvað í og hausinn á fullu þarna. Þetta þegar maður fer að sofa á kvöldina, þá þetta það sem í hausnum á manni og svo vakna maður við þetta á mótana og svo maður að reyna að felda. Einmitt, þetta verður náttúrulega ákveðin þetta verður friðlaust ástand, sko. Algjörlega friðlaust. Og milli þess sem að maður að stimulera taugakerfið í ykkur appi, að þá maður að einhvern veginn í svona, ef ég sletti svona alert ástandi að því maður að fela eitthvað, sko. Já, og maður alltaf að passa upp á það að þetta sjáist ekki. Já. Og passa upp á það að líka eins og bara mánaðamót að passa upp á það að sjáist ekki á kreditkortinu, þú veist, þannig að þangað til ég gata ekki lengur. Hvernig finnst þér þegar þú ferð að opna síðan á þessa hluti? Finnur þið þá að þú veist að þá að því maður hugsa, sko, það örugglega mjög mikið af fólki, alltaf mismikið hvað þetta komið á slæmt stig. Já. En það mjög mikið af fólki, sérstaklega kannski í kallmönnum, sem að þú veist, þú ert einhvern veginn bara að láta hlutina ganga og á meðan þið líður ekki hræðilega illa, þá ertu bara einhvern veginn að setja það niður í næstu skúffuna og ekki pæli því. Já. Finnst þér, þú veist, að þú hafi fengið þá viðbrögð jafnvel í kringum því að menn hafi farið að opna sig við þig og þú veist, eitthvað svoleiðis? Ég hef alveg, sko, fengið viðbrögð og menn hafa komið og sagt, sko, að þeir séu líka með þetta og Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.